Það segir 57. fund hreppsnefndar ranglæðin sveitarráð þessu kjörtímabili 16 og venju þá byrjum við á því að sveitarstjóri oddviti geri eitthvað stuttlega grein fyrir verkefnum frá síðasta fundi sveitarstjórnar því að sveitarstjóra að byrja. Já, oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég hef hélt fund með forstöðumönnum með vinnueftirlitsmál og það heldur enda fund með forstöðumönnum í hverri viku á mánudagsmorgnum. Og ég sótti fund í almannavarnanefnd sem var haldin í Hótel Fljótshlíð 17. desember þar sem var farið yfir ýmis málvarðandi almannavarnir. Og viðbyggingin við skólan á Hellu, það búið að steypa upp veggina og næsta skref að rjúfa þakið á gömlu byggingunni og það verður gert þegar veðurleyfi. Og það verið að leita verðtilboða í skápana og ryksugu fyrir sundlaugina. Og miklar rannir hafa verið ekki á þjónustumiðstöð, bæði vegna bílana í Vatnsveitu og vegna snjómoksturs. Og það kemur nýr dælubrunni fyrir fráveituna 20. janúar og það styttist í að vindmyllurnar fara að koma austur því en þær eru komnar til landsins. Við fórum á fund vegagerðarinnar 16. desember. Á þann fund fóru með mér Bjarni Jón Matthíasson, Birgir Haraldsson og Sigurgeir Guðmundsson og það var farið yfir þau verkefni sem unnin hafa verið fyrir styrk sem vegagerðin veitti þetta árið eða síðasta árið til sveitarfélagsins og greinagerð var komin til vegagerðarinnar frá okkur og styrkurinn hefur verið greiddur. Við teljum að upphæðins í heldur lágmiða við þau miklu verkefni sem sveitarfélagið þarf að sinna og sérstaklega einnig varðandi samgöngur á hálendinu og við komum því til skila. Það var rætt reiðvegaframkvæmdir og fyrirhugað landsmót Hestamann og Hellu á þessu ári og við teljum brýnt að lagfæra reiðleið meðfram Suðurlandsvegi frá Gaddstað-Flatavegi að undirgöngum. Svanur benti á að hægt var að sækja styrk beint í vegagerðina vegna einstakra verkefna en megnið af fjárveitingu til Hestamannafélag úthlutað í gegnum Landssambands Hestamannafélaga. Þá var einnig bent á nauðsyn þess að bæta reiðleið yfir Ytri Rangá og að aðskilast væri að byggja reiðbrú nokkru neðan við núverandi akstursbrú og spurt var að því hvort að vegagerði myndi koma að því að breikka veginn niður að Gaddstaðaflötum en þar sem ekki þjóðvegaræða því ekki til að dreifa. Og það var nefnt að það væri brýnt að setja brýr á Kaldakofskvísl á vegi F210 og á vað við Ljósá og Markafljóta sama vegi. Það var líka bent á nauðsyn og lagfæringum á Landeyjavegi eða Bakkabæjarveginn niður að Ármótum að jafnframt að eina framtíðarlausnin væri brúi við hver á móts við Odda. Þar væri almannavarnamál að ræða. Þá voru rædd snjómokstursmál og lýst yfir áhuga á áframhaldandi samstarfi vegagerðina vegna helmingamoksturs og að brýnt væri að gera verðkönnun meðal nokkur aðila áður en gengi verði til samninga. Skilgreina þar hvers konar tæki óskar eftir til vinnu við snjómokstur. Páll og Friðrika munu verða tengilið vegagerðina við sveitarfélagið. Og þá var farið yfir skipulagsmál og umsóknu nýja vegtengingu að Skika og landi Snjálsneshöfða. Erindið hefur komið til umsagnar hjá vegagerðinu og var neitað nýja vegtengingu út á Rangárvallaveg og bent var á að tengjast inn á heimriða Snjálsneshöfða. Framkvæmdu nýja vegtengingu frá Suðurlandsvegi Hellu samkvæmt samþykktu deiliskipulagi að fara á stað og vegtengingin með þjóna nýju hóteli sem í byggingu en getur einnig nýst sem viðbótarleið að Gaddstaðaflötum þegar viðburður í gangi. Og bent var á að hafa þurfi sambandi vegagerðina áður en framkvæmdir hefjast varðandi merkingar og fleira. Þá var rætt endurbætur á vegtengingum að húsum norðan við Hringveg við Lyngangs og vegtenginga við Rauðalegg. Og vegagerðin hefur í mörg ár talað fyrir því að fækka þessum tengingum sem mjög varhugaverðar að þeirra mati. Fundarmenn voru sammála að það þyrfti að gera umbætur í þessum málum. Og vegagerðin vænti þess að sveitarfélagið leggi fram tillögur til vegagerðarinnar eins og var gert fyrir nokkrum árum en kannski þá í breyttri mynd núna. Það var rætt stækkun og byggingareitum húsa við Suðurlandsveg og Hellu
og erindi hefur komið til umsagnar í Vegagerðinni en gert var ráð fyrir að byggingareiti stækkuðu inn á veghelgunarsvæði hringvegarins sem eru 30 metra frá miðlínu vegar. Erindinu var hafnað af hálfu Vegagerðinnar en vænta má nýs erindis frá sveitarfélaginu. Það verið að vinna að því að fá menn til að standa þá saman að því að biðja að fá að færa veglínuna. Þá var einnig rætt færslu á austari vegtengingu inn á Dinnskála við Suðurlandsveg og gert ráð fyrir færslu á henni samkvæmt skipulagi og að búast við að farið verði fljótlega vegna hugmynda stækkun á Reykjagarði og spurt var aðkomu Vegagerðinnar en Dinnskálar eru sveitarfélagavegur og því að Vegagerðin ekki fjárhagslega aðkomu að framkvæmdinni en það þarf að hafa samráð við Vegagerðina framkvæmdina þegar að henni kemur. Þá var einnig rætt merkingar á bæjum í sveitarfélaginu og fyrir mörgum árum stóð sveitarfélagi fyrir því að merkja bæina og Vegagerðin hefur séð viðhald á þessum merkingum og öðru hvoru verið að biðja ný merkja nýbílum og beinist þá það til Vegagerðinnar en Vegagerðin er að biðja það að sveitarfélagið gangist fyrir þau svo verið hefur að merkja bæina. En þeir munu viðhalda merkinu en Vegagerðin kostar ekki ný merki. Og held ég sé komið með það sem ég var með. Takk fyrir. Fyrirgefið röddina. Já, takk fyrir það. Þetta var yfirgrippt mikið. Það verður það ekki að sama skapi í oddvita því oddviti hefur ekki verið mikið á fundum eða öðru en sem að snýr svona inn á við inn í starfið aðalega tengt starfsmannamálum sem við komum kannski að síðar á fundinum. En að öðru leyti hefur oddviti verið við sín föstu störf önnur en oddvitastarfið. Þannig að það ekki frá miklu að segja. Læt að trúa. Eitthvað sem þið viljið spyrja Guðfinna, hver svo? Já, ég þakka sveitarstjóra fyrir ítarlega yfirferð og málum og það er sambandi við, ég langaði bara að spyrja í sambandi við og seinasta hreppsnefndarfundi þá var rætt spildur sem satt í Þykkvabæ og hvað væri frétt af því máli sem sagt það voru gerða spildur í Suðurmunni og það var sveitarstjóra farið með fasteignasala og bara sjá svona hvernig hver gangur á því máli. Já, það að því að segja að við Birgir funduðum með Guðmund Einarsinni og það verið að hugsa eða biðja bara nýtt tilboð á þessu til okkar því að það var í rauninni fallið sjálfsig þarna 3. desember eftir þann tíma og við létum bara vita því að við værum ekki ánægð með verðin sem að komu og þannig endaði að Guðmundur mun biðja bara nýtt tilboð. Aðeins nánar, þetta þá í ferli, búið að hafa samband við þá út af gagtilboði og það verður líka fínt fyrir okkur eins og við ræddum kannski seinast, myndin var svo svarta, maður áttaði sig eiginlega ekki á því hvert var tilboðið. Einmitt. Þannig að megum við þá vænta því að þegar bara fyrir þá fljótlega að sjá teikningarnar og hvernig tilboðið rauninni var og hver er að útbúa þetta tilboð þá? Já, þetta náttúrulega til sölu bara hjá Fannberg og sá sem að tilboðsgjafinn það var bara fallin sjálfsig og bæði það að við vorum ekki ánægð með verðin sem boðin voru í og eins tímasetningin. Þannig að það kemur nýtt tilboð og ég mun bara leggja fram hér bara útprenta blað í litum á fundinum.
Eitthvað var skönnunin ekki í lagi ennum daginn. Ég held að það sé líka ágætt bara að fá stórt blað og leggja það fyrir þegar nýtt tilboð best. Já. Stendur, Ég ætlaði bara að spyrja hvort þið getum fengið, þetta var svo ítarlega yfirferð þetta með veðgerð, hvort þið getum fengið sent þetta sem varst að lesa bara Já, til svona upplýsing til þess að svona fara betur yfir. Ég skal gera það. það. ég skal gera það. Takk fyrir það. Já, það er ekki fleiri. Já. Þá er þessum þætti lokið en áður að við göngum til boðaðra dagskrá þá ætla ég að gefa sveitarstjóra orðið hátíðarfund vísinda og rannsóknarsjóðs Suðurlands sem var í gær. Já, ég hefði nótt að geta það áðan að við mættum þarna ég og Magnús Jóhannsson og vorum við þessa skemmtilegu athöfn í gær, mjög hátíðlega og ég leyfði mér að bóka frá okkur, sveitarstjórninni, á hátíðarfundi vísinda og rannsóknarsjóðs Suðurlands 9. janúar síðastliðinn afhenti herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, leikskólanum Heklukot og Hellu, menntaverðlaun Suðurlands. Sveitarstjórn óskar leikskólastjóra og starfsmennu leikskólans til hamingju með verðlaunin og þakkar það góða og metnaðarfulla starf sem framfer á leikskólanum Heklukoti. Við getum verið mjög stolt. Þetta er í annað skipti á síðasta sem við erum að fá, okkar stofnanir að frá menntaverðlaunin. Í fyrra var það Laugalandsskóli og nú var það leikskólinn Heklukot og það er bara veitt ein verðlaun ári, menntaverðlaun, þannig að þetta er afskaplega ánægjulegt fyrir okkar samfélag. Það má taka undir það, heilsugur, þetta er frábært og skólarnir okkar eru orðnir 2 sem hafa fengið þessu verðlaun. Þannig að ég leggst til að við sendum hamingjóskir til starfsmanna leikskólans og leikskólans bara almennt, starfsmanna barna. Við þakkum fyrir gott starf. Það er ekki allir sammála því. Samsveg. Takk.